Nú erum við bara komnir með svona helstu upplýsingarnar Gimmann. Getur ímyndað að hann sé umstað til? Þessi magnari? Já. Ég smíðaði sjálfur kassan þetta. Svo var ég með box sem ég smíðaði sjálfur með 4 12-tómum JB Lansing hátalurum. Þetta þurfti að leggja dálítið á sig í gamla daga og það var ekkert hægt að kaupa þetta reddimade út í bú. Það var sko leigu í þessu. Það voru flestir sko sem að spjalla við að þeir keyptu gítarina sína á afborgun, sem sagt, á nokkrum vígslum. Já. Manstu hvernig þú hefur, voru menn að borga þetta í 2-3 ár. Þetta er svona... Mér finnst það mjög trúlegt sko, ég man það samt ekki sko. Skuldabréf til, ég man ekki hvernig vextirnir, við eigum eitt skuldabréfi hérna, einn vígsilinn sem er, man ekki hvernig, það voru vextir á þessu, sem tók alveg 3 ár. Já. Á Les Paul. Ég man það ekki, en þetta var ægilega, sko ég smíðaði fyrsta gítarinn með sjálfur bara sko. Já. Ég var einn af þeim. Já. Svo fór ég var á togara sko þegar ég var strákur, á táningu, 15 eða 16 ára eitthvað slús. Þá fór ég í siglingu til Bretlands, kom við í Grimsby. Þar var ein hljóðfæraverslun sem ég fann og þar var bara, þá var það Stratocaster sko. Því ég var sjarpist í Marvin. Clapton hafði heilmikil áhrif á mig, raunverulega meira heldur en Jimi Hendrix sko. Þó að þetta Jimi er náttúrulega mjög góður. Þarna koma alveg hörku hljóðfæraleikarar sem eru líka efstir á vinsældalista. Þetta er svona, ungi menn geta ekkert fara á mis við þetta. Nei. Þannig að þeir náttúrulega falla færi. En svo var náttúrulega annað líka sem ég sko kynnti mig líka. Út af Clapton, ég sá hann segja það var B.B. King. Já. Það var hægt að fá B.B. King hlut. Ég átti einu svona. Er þetta 09? Já, ég er búinn að gleyma þessu. En sko ég byrjaði á því þegar ég var að spila þá voru miklu dýrari strengir. Það var ekkert hægt að telja þetta ráði. Nei, þau voru ekki til þessir mjúku strengir bara. Nei, þeir kom ekki fyrir sent á síðan mér. Og ég veistu það að ég meira segja svindlaði þegar ég vann eitt sumarið í hljóðfæraverslunni Rín. Og þá kom þar einhver svona mini-gítar sem var með grennri E-streng. Heldur en venjulegt var. Og ég samdi það hana Herdísi vinkonu mínu, svo rak Rín, að selja mér þennan tiltekna E-streng. Bara þennan Já, þangað til fyrir öllum hinum mér. Þannig fékk ég fyrsta setti með þetta mjúkum streng. Þetta er svona dæmið það hvað þetta var mikið vesen. Og náttúrulega láfið að væri innflutningshöft á þessum. Já. Þetta var mjög gaman að þessu öllu sem